Góðan daginn skákmeistarar, nú kominn tími á nýtt vídeo. Njótið og Gauti Páll, njóttu. Góðan daginn skákmeistarar, ég ætla að fjalla um Trompowski árásina í uppskiptaafbrigði í Slavanum. Þetta svona dálítið skrítin leið, sem dreipið á D5 og leikir svo biskup G5. Nú hugmyndi með biskup G5 að koma í veg fyrir að svartur geti leikið hérna E6 og það leikur svona beinast við hjá svörtum að leika rittari C6, rittari C3 og þetta verður sem sagt fyrsta afbrigði sem ég fer yfir þegar svartur leikur F6. Já, vindum okkur í það. Þetta er sem sagt Trompowski árásinn í uppskiptaafbrigðinu í Slava. Biskup G5 komið veg fyrir að svartur geti leikið E6. Rittari C6 leikur kannski beinast við. Ég mun taka fyrir hans og eftir aðra möguleika að svartur leikur H6 og dróning B6. Nú rittari C3. Ég veit aldrei hratt við sögu. Oft er hugmynd með rittari C3 að hugsanlega geta leikið E4 fljótlega. Og þá er mjög gott hvað biskupin leppar hérna á E7. En það er sem sagt svartur gæti reynt að leika dróning B6. Þá ég ætla bara að sýna það sem er best. E4 er best að mínum að þetta er nýjung. Nú, ef hann dreipar á B2 og kemur bara rittari dreipar D5 og við útum hróku B1 og rittari C7 skák til dæmis. Og það er algjör katastrófa fyrir svartan. Nú, D dreipar E4, þá er þetta best. Biskup F4 og hvítur með frumkvæði. Það getur verið biskup B5, dróning A4 getur verið að koma. Og P og E4 hangir alltaf og svartur er langt eftir í liðskipan. Nú, annar leikur er biskup F5 sem virkar alveg röggréttur. Þá myndi ég mæla með E4 sem er nýjung. Og hleypur svolítið upp. Hvítur reynir að þróa svolítið frumkvæði hérna, segja hann með D-piðinu. Og þetta framhald sem ég er búinn að skoða. Og svartur á erfitt vík. Við sjáum að biskupin F8 er svolítið fastur. Og drottningin A4 leppar rittarann, rittari G3 getur verið að koma. Taka svo E4 og bara og svartur í smá vandræðum, það með sýnist. Nú, biskup dreipar E4, það er svona nokkuð svipað. Það er hægt að skáka á A4 og tefla svona. Og það er líka hægt að skáka á B5 og leika rittari E2. Með hugmyndin rittari C3, svo dreipa á E4 hrókjara. Og hvítur með biskupparið og fínt fyrir umkvæði sko. Þannig að við skulum kíkja hérna á F6 sem er kritiska línan. F6 og þá ætla ég að mæla með hérna að fara aðalega yfir E4. En hvítur ávissulega biskup D2 líka sem er annað framhald sem ég kannski sýna þess á eftir. Það er svona fyrir það sem vilja tefla traustar. En E4 er svona þá sem vilja sjá skákborðið brenna. Og já, svartur á 3 möguleika, drepa á G5, drepa á E4 eða leika E6 sem er dálítið passíft. Og vafasamur biskup. Hvítur á 2 framhöld, hann getur drepa á D5, telt þetta svona. Við sjáum að þetta er aðeins auðveldara að tafla hvítan, svartur aðeins veikur á E6 og búinn að veikja sig á hvíturritunum með að leika F6. Biskup D3, dróning H5 getur að koma. Annað framhald er biskup 1-3. Segjum eitthvað svona.
Já, það má bara leika biskup C4 til dæmis. Biskup B4 er vafasamleikur. Og hvítur með frumkvæði. Steldi skákin í Kría Queen Andrækin 2017, hraðskák. Nú T-drepur E4. Þá bara biskup E3 einföld lausn. Við sjáum hérna leikina sem hvítur að spá í. Biskup C4, D5, jafnvel, drónung A4. Fyrir þetta eitthvað svartur teflur þetta. Nú segjum F5 fyrir ekki. Þá er þetta nokkuð sterkt framhald. Hvítur svarturleikur þetta er G6, þá sýnist með hvítur eiga H4, H5 plan. Svo er þetta leika F3 jafnvel. Nú E6 hérna, kemur biskup C4. Ég segi að það væri svona besta leiðin til þess að reyna að halda í frumkvæði. Þetta er 1-2. P á E6 veikt, P á E4 veikt setna og við erum frá hrókera bara. Og það er ekki svo auðvelt að tefla svartstöðuna fyrir ekki. Nú E5 er líklega besta tilhörin. Þá er ég með hérna einhverja línu. Hvítur getur telt þetta svona, en spurning hvort hann sé með eitthvað, ég veit það ekki. Það lítur út fyrir að vera eitthvað, en kannski er svartur ná að hanga á sem er bestu tafmi sko, en hann er vissulega með hans vera. Það má líka leika kongur F1, það er allur þessu leikur. Það er bara komið svona síni framhald. Biskup D4 hérna að stunga. Já, en nú það. E4 og drepið á G5. Þetta er svona hálfgerður gambítur. Drepum á D5, hótum á C6. Segjum þetta er A5 sem virkar nú undarlegu leikur. Það var ekkert að heyrða kallinn á A5. Leikum bara biskup D3, hótum drónung H5 skák. Já, undirbúum hugsanlega að drepa á A5 og leikar þetta er E2. Erum með eitthvað framhald. Hrók C1 og svartur með hvítur með sterkt frumkvæði eða fyrir kall. Það er þetta frá að drepa með rittar á G5 til dæmis. Rittar í B8 virkar nú eðlilega leikur á mig. Ásækið. Biskup B5 skák og hvítur hefur næga bætur á mínum mati fyrir kall hérna. Drónung A4, skemmtilegu leikur. Og þetta er svolítið svona smá vesen fyrir smá vandræðastaða hjá svartum. Og það er mikið pressa, þetta var líka rittar upp í G5. Hugsanlega bara hrókur C1, jafnvel. Já, það er ýmsir valkostir. Ég er nú ekki með tölvu á mér, en spá kannski hrókur B8, hvort að hrókur C1 getur verið leikur. Sérst bara eða bara kannski einhver aðri leiki, bara tefla stöðuna. Kannski má bara taka á G5 jafnvel, ég veit það ekki. Þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að skoða nánar. Það er ekki svo auðvelt að finna leik. Svartu fyrir með rittarinn eitthvað, það var bara mát. Svo getur rittar E6 verið að koma á hrókur C1 kannski. Eitthvað rittar í C7 hugmyndum. Þetta er svona skemmtileg stað allavega. Ég var nú einhvern veginn búinn að skoða þetta í tölvu líka. Hún samþykkt þetta sko, þannig að ég veit að þetta er hættulegt sko. Kongur F7, rittar F3. Hvítur er búinn að fara út með alla kallana. G6, það var H4 atriðsleikur. Ég
Ég skrifaði þetta með óljósi stöð en já, það er spurning hvernig svartir ætla að bregðast við. Ætla sé ekki þeir eru með hrók hugsanlega, svo alltaf dróning D2 að koma og kannski löngkrókun. Dróning F4 skáka auðvitað og rittar E5. Kóngurinn getur ekki verið á G7 út af dróning H6. Það getur það reyndar en þetta er svona ekki nú skemmtilegt á svartan held ég. Hvíti getur alltaf farið með biskupin á C4 setna og leggja svo D6 líka. Attacking possibilities. Biskupin D7, rittar F3, dróning A5, rittar C3. Já, og staðan er óljós en hvítur með bætur. Ég er með svona örvon að sjá við hugmyndir. Drepa G5, rittar E6, dróning B3, hrókering, rittar B5, hrókur C1 og eitthvað svoleiðis. Já. Já, þannig að þetta er athyglisverð leið hérna. Ég ætla aðeins að taka fyrir kannski einhverja aðra leiki. Ég ætla ekki að taka þetta of langt vídeo. Já, við skulum taka aðeins fyrir hérna svona aðra valkosti og svörtum. Nú segjum hérna dróning B6 strax. Þá var rittari C3 og dróntur B2 það tapar. Hrókur C1. Já, bara hrókur af. Við eigum alltaf biskup B4 er ekkert sérstætt út af biskup D2. Nú E6 er betri leikur. Dróning D2. Nú það er annar leikur kannski hrókur B1. Það er hugsanlega að tefla þetta svona. En ok, dróning D2. H4 er athyglisverður leikur. Biskup F4 hefur líka telst í skák hjá Brúson og Ehrenburg árið 2017. Sýna hvernig þeir teldu þetta. Og hvítir með aðeins svona sveigjanlegri stöðu hérna. En H4 er svona athyglisverður leikur. Kemur í veg fyrir sem sagt svartur alltaf kannski leikar þetta í G6 þá hefur alltaf H5 svona pirrandi leikur. Segjum rittar F5, biskup D3, biskup F4, hvítur stendur betur. H6, biskup F4 og svartur næri ekki alveg að leysa vandamálinn í byrjunni sýnist mér. Hvítur með svona aðeins betra þægilegri stöðu. Nú H6 er annar leikur. Þetta meikar alveg sens ef ég sletti. Svartur vill sem sagt fá hennan biskup á G5 af þessari línu hérna. Og þá er kannski dróning B6 hættulegur leikur sko. Eftir á. Biskup H4. Þetta er skák sem Yu Yang-yi teldi á móti Wang Hao 2017. Þetta var eitthvað supermót þarna. Dróning B6. Þetta er C3. E6. Hugsanlega er drónturinn B2 athyglisverður möguleiki. Ég með einhverja skýringar hérna. Hér má ekki leika rittari C7 sko, þetta er biskup B4. Við erum ekki lengur með biskup G5. Og þetta er mjög flókin staða sko, til dæmis E4 hérna. Svo fer þetta eitthvað með svona. Baka aðeins. Dróning A5 er upprópunarmerki. Dróning C3 kemur til greina. G4. Farum biskupin G2. Kongur D1 er líka athyglisverður leikur. Rittari C6 væri
slæmur afleikur hérna, það er kannski á að geta spreytist á þessu, hvítur leikur og vinnur. Hrókur B5, takk fyrir. Það má náttúrulega ekki drepa á B5, kemur þetta í síðustu skák. Þetta er A6 afsakið betri, Valdar C7 og Valdar biskupin á C8. Það var E4 svona sullufóta variantur hérna. Já, hvítur með ágætis bætur en þetta er ekki alveg ljóst kannski. Getur verið gaman að skoða þessa stöðu. En ég ætla nú ekki að leita alveg sannleikast hérna en ég ætla bara að sína svona sirka. Ok, E6. Skákinn heldur svona, E3, biskup 1 og 7. Nú segjum biskup D7, þetta var þetta. Nú biskup B4 er vafasamur hérna, þetta er B4. Hvítur fær hérna biskuparið. Og þetta er svona þægilegri staða á hvítan. Hvítur á alltaf mögulega G4, G5 setna jafnvel. Eða G4, G3, kongur G2 og formar hókina H1 og síðan G5. Hvað svona árás og hugmyndir. Hrókur C8. Þetta er F3. Erum með eitthvað framhald. Já, hvítur er að tefla áhættulaust til vinnings hérna en með aðeins betri stöðu sko. Svartur er allavega ekki búin að leysa þetta vandamál. Hugsanlega A3 og tvöfaldar hókur C-línunni eða eitthvað. Og þessi sé búin að kafa djúpt í þetta. Ok, við skulum bara fara yfir skákinni hjá kýmisku stórmestrunum. Biskup 1 og 7. Þetta er F3. Það var líka möguleiki að drepa á E7. Bara tala þetta svona. Þetta var aðeins betra hvít að mínum mati. Svona tali skákinn, drang D8. Þetta er F3, hvítur með aðeins betra. Þetta er 1-5. Biskup E7. Nú að dreipur á E5 þá er þessi stað alltaf þægilegur á hvítan. Hvítur er með sóknar möguleika á kóngsvæng. Gæti jafnvel íhuga á langkrókina. Já, ég myndi nú reyndar íhuga mjög sterklega held ég. Biskup E7. F4. Þá er hvítur góða með þetta peða setup sitt sem er oft þægilegt. Krókirinn, krókur FC1. Já, hvítur fekk aðeins betra, ég ætla að fara bara hratt yfir þetta. Það misti þarna skipta, menn já. Krókur C7 er líklega ekki góð leikur. Það vísu fær hann ágætis biskup á E4, það er spurning. Já, svo vann hann þetta bara hérna í einhverju. Nei, enda á jafntefli, já, ok, en hann var skiptamenn yfir. Þannig að, já. Ég ætla að segja þetta gott í dag, það er ekki gott að hafa myndböndin of löng, þá held ég að menn missi þráðinn. Takk fyrir og endilega kommenta á vídeóið.